Komiði sæl. Í seinni fréttatímanum í kvöld verður fjallað veiðar í Barentshafi, Reykjavíkurflugvöll, vélakaup vegna virkjana, loðnu og búmenn, en við byrjum á útivistarfólki. Fulltrúar 13 félaga með tugi þúsunda félagsmanna stofnuðu í dag með sér samtök útivistarfélaga Samút. Með þeim geta félögin talað einni röddu í sínum hagsmunamálum. Kveikjanastofnun samtakanna er miklu umræða hálendismálin. Þar þykir mörgum félögum sem ekki hafi verið tekið tillit til sjónarmiða þeirra. Samút getur komið kröfum þeirra og skoðunum betur til skila. En eiga þessi félög sem í eru göngufólk, skotmenn, áhugamenn jeppa og vélsleða, svo mætti lengi telja, eiga þau öll samleið? Í flestum málum og öllum þeim málum sem eru þýðingarmikil eigum við samleið. Það eru atriði eins og almannaréttur og náttúruvernd eru það náttúrulega efst á baugi. En verður þetta pólitísk hreyfing? Svo sannarlega. Hún verður í pólitísk að því leyti að berjast fyrir réttindum útivistarfólks. Útivistarmál skipa æ meiri sess í þessu samfélagi okkar eins og annar staðar og ég held að það sé afar brýnt að útivistarfélögin á landinu fái að koma nálægt þeirri umræðu og eigi fulltrúa þegar lög og mikilvægar ályktanir eru teknar. Eitt af deilumálum Norðmanna og Íslendinga er bann þeirra við að skip veiði í Barentshafi sem áður hafa veitt í Smugunni. Þetta banna Norðmenn þó að skipin séu ekki lengur skráð á Íslandi. Þá hefur það vakið mikla athygli í Noregi að Davíð Oddsson forsætisráðherra segir koma til greina að fara með það fyrir alþjóðadómstól hvernig Norðmenn hafi mismunað Íslendingum við Svalbarða. Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra átti fund með Knut Vollebæk utanríkisráðherra í morgun þar sem þeir ræddu málið. Við höfum lengi verið að reyna að ná niðurstöðu í þetta mál og það hefur alltaf legið fyrir að Íslendingar gætu hugsað sér að fara með þetta mál fyrir alþjóðlegan dómstól. Hins vegar tekur það mjög langan tíma og er kostnaðarsamt og við höfum fram að þessu verið að reyna að leysa málið. Það var fundur í Moskvu nýlega og það verður annar fundur fljótlega og það sem meðal annars ýtir eftir lausn núna er þessi framkoma Norðmanna gagnvart íslenskum skipum sem að ég mótmælti harðlega í utanríkisráðuneytinu í morgun. Ætla þeir að halda því áfram? Þeir vilja ekki breyta því, þeir sögðu það ákveðið en sögðust hins vegar vilja reyna að sjá lausn í þessu máli sem fyrst. En það hefur svo sem lengi verið á dagskrá en ætlum við verðum ekki að segja það muni verða gert úrslita tilraun núna næstu vikurnar. Þá ruglar það málið enn frekar að Danir hóta að fara veiða loðnu á Svalbarðasvæðinu og í Smugunni. Staðsetning Reykjavíkurflugvallar kemur í veg fyrir að miðborgin geti stækkað og þróast, segir Örn Sigurðsson arkitekt. Hann segir að framtíðarlausnin geti verið að flytja flugvöllin á grynningar í Skerjafirði. Örn Sigurðsson lýsti þessari skoðun sinni á fundi sem hverfafélög sjálfstæðismanna í nágrenni vallarins héldu. Örn segir að staðsetning flugvallarins hafi heft þróun borgarinnar. Til dæmis hafi verið ómögulegt að gera nothæf umferðarkerfi þar sem ekki hafi verið pláss fyrir nauðsynlegar stofnbrautir. Þetta er aðal orsök þess að miðbærinn í Reykjavík, hann byrjaði strax að koðna niður. Það voru fyrir takmörk af íbúðabyggð og Reykjavíkurhöfn og með tilkomu flugvallarins þá kom enn einar skorður við suðurkantinn og meira að segja skorður upp í loft og miðborgin var bara eins og kubbur sem mátti sig hvergi hreyfa. En Örn segir að það megi til sanns vegar færa að hagkvæmt sé fyrir Reykjavík í framtíðinni að hafa flugvöllin, en hann sé á röngum stað. Hann telur vænlegt að ætla Reykjavíkurflugvelli framtíðaraðstöðu á Skerjafirði. Hann segir að miðað við 2 flugbrautir og akstursbrautir þyrfti að fylla upp ríflega 80 hektara lands. Samkvæmt einingaverði sem Reykjavíkurhöfn hefur notað kostar slíkt rúma 4 milljarða króna að sögn Arnar, en hann segir að kostnaði við svo stóra framkvæmd megi trúlega ná niður. Ég reikna með að þegar hann verður einkavæddur sem að gerist á næstu misserum örugglega, þá verði engin friður fyrir slíkan rekstur. Samskonar vélasamstæða og sú sem tekin var í notkun á Nesjavöllum í gær verður keypt af Mitsubishi ef af stækkun virkjunarinnar verður á næstu 2 árum.
Fulltrúar innkaupastofnunar borgarinnar og japanska fyrirtækisins Mitsubishi Heavy Industries skrifuðu í dag undir viljayfirlýsingu tækjakaup og verð. Í þessum samningi felst það að Mitsubishi ætlar að selja okkur á mjög svipuðu verði og við keyptum fyrri vélasamstæðurnar, þannig að hér er mjög hagstæðan samningaræða. Hann er alls upp á 630 milljónir króna. Þeir eru skuldbundnir að skaffa ykkur, eru þið skuldbundnir þeim að einhvern hátt á þessum árum? Nei, ef ekki verður tekin ákvörðun um stækkun, þá nær það ekki lengra, en við verðum með þessum hætti að tryggja okkur, ef ákvörðun verður tekin um stækkun, að komast inn í framleiðslu línu þeirra. Athuganir á því hvort af stækkun Nesjavallavirkjunar verður eru ekki langt komnar. Og eitt af því sem við þurfum að gera, það er að bora rannsóknarhólur í henglinum. Það verður gert á næsta ári. Auk þess þarf að útvega virkjunarleyfi. Það þarf að láta breyta lögum vegna stækkunar á virkjunni. Það þarf að fara fram umhverfismat og fleira. Þannig allt þetta þarf að setja í gang áður en ákvörðun verður tekin. Það er margt ófrá gengið. Átt þú von á því að þessi virkjun verði leyfð? Já, ég á fastlega von á því, en þetta náttúrulega byggist á því að Nesjavallarsvæðið þoli örugglega þessa stækkun og jafnframt að við getum útvegað markað fyrir viðbótar raforku. Karlmaður á fertugsaldri var í héraðsdómi Reykjavíkur dæmdur í 5 mánaða fangelsi skilorðsbundið í 3 ár og til greiðslu sektar fyrir brot á skattalögum þegar hann rak skemmtistaðinn Berlín í miðbæ Reykjavíkur. Samstarfsaðili hans hins dæmda var sýknaður af öllum ákærum. Maðurinn var dæmdur fyrir að hafa ekki skilað skattskýrslum þegar hann ásamt öðrum manni rak skemmtistaðinn Berlín frá því í nóvember 1993 fram í febrúar 1995. Þá var maðurinn sakfelldur fyrir að hafa ekki staðið ríkissjóði skil á innheimtum virðisaukaskatti sem nam 1,5 milljón króna. Hinn dæmdi var hins vegar sýknaður af ákæru bókhaldsbrot. Samstarfsaðili mannsins var sýknaður af öllum ákæruatriðum á þeirri forsendu að hann hafi ekki verið skráður sem eigandi í hlutafélagaskrá og ekki haft neinar formlegar starfsskyldur. Auk fangelsisdóms ber hinum dæmda að greiða 800.000 króna sekt en sæta 70 daga varðhaldi ella. Ríflega 1000 eldri borgarar hafa skráð sig í nýtt húsnæðisfélag sem nefnist Búmenn. Fjölmenni var á framhaldsstofnfundi félagsins í Súlnasal Hótel Sögu í gær. Forsvarsmenn Búmanna segja félagið bjóða upp á nýjar leiðir í húsnæðismálum eldra fólks. Stuðst verði við búseturéttarformið við fjármögnun og rekstur íbúða og stefnt að því að byggja lágreist hús í fallegu umhverfi. Þessi hugmynd er sú að fólk með allar mögulega tekjumöguleika geti verið með öruggt húsnæði en eiga ekki alla peningarna sína fasta í steypunni og lifa þannig frjáls þessi síðustu ár fyrir þessi á. Félagið er opið öllum og kaup á búseturétti miðast við 55 ár. Á fundinum í dag var meðal annars gerð grein fyrir þeim lóðum og byggingarsvæðum sem til skoðunar eru hjá félaginu í Reykjavík og víðar. Við erum ekkert að binda okkur endilega við að vera með svæði á höfuðborgarsvæðinu. Við horfum gjarnan til Borgarfjarðar og svæðisins hér fyrir austan fjall. Þetta er einn af þeim kostum sem á að bjóða upp á og sérstaklega fyrir fólk sem kannski eignast þannig möguleika á auknum sparnaði, sér möguleika á því að leggja fyrir og huga betur að efri árum. En þetta er líka sniðugur kostur ef að tekst að tengja þetta bæði fjárhagslegu og heilbrigðislegu öryggi. Af hverju ákvaðst þú að gerast félagsmaður? Ég er bara að vanta pláss fyrir þetta fólk sem er að vera gamalt. Hólmaborgin landaði 1250 tonnum af loðnu á Eskifirði helgina. Eftir lélega byrjun er veiðin nokkuð að glæðast en hvalir hafa verið sjómönnum til ömunar á miðunum. Hólmaborgin hafi verið 3 nætur á miðunum og aflinn fékkst í 15 köstum 60 mílur norður og norðaustur af Langanesi. En af hverju komu þeir á landi? Það er bara að rifna illa, við fengum hvali í nútin og þeir slítið sér bara lausa. Það fór við gegnum hann og við gátum ekki gert yfir þetta sjó. Kristgeir segir það allt of algengt að hvalir komi í næturnar og mest sé þetta hnúfubakur. Þetta séu stóra skepnur en datt þeim ekkert í huga að kippa honum borð? Nei, við höfum lengi verkfæri til þess. Helgina voru 20 skip að veiðum og Kristgeir telur að ef veður leyfir þá sé útlit fyrir sæmilegt kropp fram að jólum. Amada Blamfararnir komu til landsins nú kvöldmatarleytið.
Fjölskyldur þeirra og félagar í björgunarsveitinni Fiskakletti fögnuðu heimkomu þeirra með viðeigandi hætti í kvöld. Þann 24. september lögðu þeir í hann. 20. október klifu þeir á tindinn og í kvöld, 9. nóvember, sáu þeir fjölskyldu og vini á ný eftir langa og stranga frægðarför til Nepal. En þótt úthaldi væri langt og heimsálfur á milli Nepalfaranna og eiginkvenna þeirra var nýjasta tækni nýtt til samskipta. Við gátum skrifast á bara í gegnum e-mail eða interneti og ég fekk bréf, svona annan hver dag allavega, þannig að það hélt í manni lífið. Hann hefur verið duglegur að skrifast á þig? Já, það var reglur áður að fóra út að gera það. Nei, það var bara mjög fínt. Varst þú aldrei óttaslegin hérna heima meðan hvað mest gekk á þarna úti og þeir voru kannski við það að ná tindinum? Jú, maður vakti alla nóttina og fylgdist með og var svona, auðvitað stressaður, en það bara gekk allt svo vel og gott veður og þannig að það gat ekkert farið úrskeiðis. Hvernig að hafa Íslands land aftur undir fótum eftir langa bið? Það er gífurlega gott að stíga aftur hérna á Íslands land og við erum geysilega ánægðir með að vera komin heim. Þetta er búið að vera svona kannski í lengra lagi þessu útivera en við höfum gaman að þessu og það er mjög gott að vera komin heim. En svo maður spyrji þig núna þegar þú ert komin heim og reyndar varla nýlendur. Var þetta fyrirhafnarinn að virði? Þetta var það, alveg hygglust. Líka það að þetta gekk gífurlega vel og það gekk allt upp í okkur en það setti náttúrulega rósin í hnafagatið. Það gekk allt upp, við stóðum allir á tindinum samtímis. Og för þeirra á tindinn leiddi margt gott af sér. Neistinn, styrktarfélag heyrnarlausra barna, safnaði áheitum á kappana og þannig safnaðist 1 milljón króna sem rennur til styrktarfélagsins. Og fyrir það var einnig þakkað í kvöld. Við sögðum meðal annars frá því í fréttum okkar klukkan 8 að forsætisráðherra segir Íslendinga hafa tækifæri til að sinna íslenskum og vestnorrænum málum eins og hafi og náttúru í formennskutíð Íslands í Norðurlandaráði. Gamalla íslenskra skjala kristnitökuna árið 1000 og landafundi í vestri verður leitað í skjalasafni Páfagarðs að tillögu forseta Íslands. Meinatæknar áttu í kvöld fund með bandalagi háskólamanna. Ekkert hefur þokast í deilu þeirra við ríkisspítala. Breski varnarmálaráðherrann sagði í dag að hættan á loftárásum á Írak á næstunni hefði ekki verið meiri síðan í Persaflóastríðinu. Utanríkisráðherra segir það misskilning hjá Steingrími Hermannssyni að Íslendingar hafi farið knékrjúpandi til Bandaríkjamanna vegna varnarliðsins. Umsvif íslenskra verðbréfasjóða hafa 5-faldast síðustu 5 ár. Búist við að eignir þeirra nemi 60 milljörðum króna nú í árslok. Lið FH í Hafnarfirði nú aftur neðst í fyrstu deild karla í handknattleik. Hafnarfjarðarliðið var í þessari óvenjulegu stöðu framan af Íslandsmóti og nú í henni á ný eftir ósigur í Vestmannaeyjum í gærkvöld. Við fréttum nánar af því og leik KA og Stjörnunnar á Akureyri í íþróttum kvöldsins. Leikur Eyjamanna og FH-inga var jafn framan af. Sjáum hér góð tilþrif FH-inga og markvörslu Sigmars Þrastar Óskarssonar þegar staðan 7-7 í fyrri hálfleik í Eyjum í gærkvöldi. Og hér svo ágætt skot hjá Valgarð Thoroddsen úr hægra horninu og 8-7 fyrir Eyjamenn. Sigmar Þrastur ver hér aftur af línunni hjá FH. FH-ingar í bláum búningum, þar sem Eyjamenn leika líka í hvítum. Og Tjernáskas Litháin í liði Eyjamanna skora þarna 9-7. Valur Arnarsson sendir hér og Lárus Long, sem á reyndar uppbruna í Vestmannaeyjum, minnkar munni 9-8. En Slavísa Rakanovic, Júgóslavinn í liði Eyjamanna, kemur þeim í 10-8. Og þannig var staðan í leikliði, hefði svo sem getað staðið verri ef Magnús Árnason hefði ekki varið svona vel í marki FH-inga. Tjernáskas skorar hér 11-8 í upphafi seinni hálfleiks. Orðin 3 marka munur, góður kafli hjá Eyjamönnum. Og Valur Arnarsson, Sigmar Þrastur ver og hraðaði upp hlaup. Tjernáskas sendir fram á Valgarð Thoroddsen og hann skorar og staðan orðin 12-8, 4 marka munur. Valgarð Rakanovic og Tjernáskas skoruðu allir 6 mörk fyrir Eyjamenn í þessum leik. Og hér Valgarð að skora aftur nokkuð löngu seinna í leiknum og þá staðan orðin 22-16 Eyjamönnum í hag. En FH-ingar gefast ekki upp, Knútur Sigurðsson minnkar þarna muninn 22-17, FH-ingar aftur komnir í sókn og Hálfdan Þórðarsson, hinn mikli foringi þeirra Hafnfirðinga, kom þarna boltanum í markið og hvaðan 22-18, góð markvarsla hjá Magnúsi og síðan
Knútur aftur, 22-19 og síðan stelur Gunnar Beinteinsson boltanum og sjáum hér Daða Pálsson brjóta á honum og Daði fær reisupassan fyrir. F-háingar þar með fleiri og fá vítakast, þetta minnka muninn í 2 mörk en Sigmar Þröstur sér sína ver hjá Lárusi og í staðinn skora Svavar Vignisson að línunni 23-19 4 marka munur og tæp mínúta eftir sigur Eyjamanna klár. Falleg sending af Val Arnarsinni inn að Hálfdan Þórðarsson hér á línuna og lokastaðan 23-20. F-háingar eru þar með á botninum á ný í deildinni en stigin eru Eyjamönnum mikilvæg, þeir hafa sigrað í öllum heimaleikjum sínum til þessa. Eyjamenn eru þar með áfram í toppbaráttunni, hafa 7 stig en F-háingar hafa 3. Og þá til Akureyrar. Sjáum hér Heiðmar Felixson, fyrrum Þórsara og KA-mann skora gegn sínum gamlu félögum fyrsta markið fyrir Stjörnuna gegn KA. En Jóhann Gunnar Jóhannsson, fyrirliði KA-manna jafnar 4-4. Konráð Ólafsson skora hér 5-4 úr vítakasti. Og hér mistekst svo KA-mannum, Stjörnumenn fara í sókn. Heiðmar sendir inn á línu og hvítrússinn Alexander Sjankuts skorar 6-4 og Heiðmar Felixson skömmu síðar 7-4, 3 marka munur Stjörnunnar og þetta var dýrmætur kafli hjá þeim. Þeim hélst á þessum mun nánast allan fyrri hálfleik, sjáum við Halldór Sigfússon minnka muninn í 2 mörk rétt fyrir leikhlé, staðan í leikhlé 15-13, gestunum í Stjörnunni í hag gegn KA, síðasta skotið hér framhjá og þar með leikhlé 15-13. Nú, Stjörnumenn héldu áfram upptöknum hætti í síðari hálfleik og náðu aftur 3 marka forskoti. Og hér er Hilmar Þórlindsson að skora 22-18, þar með forskotið orðið 4 mörk. Og nokkuð liðið á leikinn, Konráð Ólafsson skora 23-18 úr vítakasti. En Daniel Lars Walter svarar 23-19 og svo aftur skömmu seinna 23-20. Hann fór mikinn í liðið KA og skoraði alls 12 mörk í leiknum. Heiðmar Felixson með skot hér, það munaði það að Reynir Reynisson var ekki í marki KA-manna í þessum leik, en hér er það Jóhann Gunnar Jóhannsson sem skorar og allt í einu er munurinn 23-21, aðeins 2 marka munur og tíminn kominn að hugsa sitt ráð og taka leikhlé. Og KA-menn náðu að minnka muninn í 1 mark niður í 24-25. Lars Walter skoraði úr vítakasti, en hér ver svo Birkir, markvörður Stjörnunnar, hjá honum vítakasti þegar þeir gátu jafnað og Sjankuts kemur þeim svo yfir í 29-27 hér nokkru síðar þegar munurinn var aftur orðin 1 mark og í staðinn fyrir að KA-menn jöfnuðu, fengu 2 tækifæri til þess, þá skora Konráð Ólafsson 30-27, markahæstur Stjörnunnar með 9 mark. Hilmar og Heiðmar með 6 og Sjankuts með 5, Walter með 12 fyrir KA og Jóhann Gunnar með 6, úrslitinn 28-30, dýrmætur sigur Stjörnunnar sem hefur 7 stig eins og í BVF. Já, komið sæl. Það hefur dregið úr úrkomunni hér á landi og mældust aðeins 29 mm við austurströndinni í dag, en það er mun minna heldur en verið hefur undanfarna daga. En nú skulum við líta á yfirlitskortið, við sjáum að það er lægð á milli Íslands og Skotlands sem er þá leifar af Mids og hún er að grynna stóðum núna. Til morguns þá kemur hún til með að þokast í norðvestur og frá henni myndast angi á Grænlandshafi og kemur sú lægð til með að ráða ríkjum hér næstu 2 daga. En í fyrramáli þá gerir ég ráð fyrir að verði við frostmark á norðanverðu landinu og þar verði slitta eða rigning, en sunnan og vestanlands verði komið skúra og slittuveður og heldur svalari heldur meiri hefur undanfarna daga. Nú veðurhæðin verður 5-6 vindstig og það bæti líklega í hana síðdegis á morgun, þannig að við verðum að búast við allkvæmsum vindi á stöku stað. En að öðru leyti verður 6 vindstig og niður í 4. Nú það verður heldur kaldara og má búast við snjókomu eða slittu norðanvert landið. Nú á miðvikudag að þá kemur þessi lægð fyrir norðaustan land til með að grynnast, þannig að við fáum aftur suðvestan og suðaustanátt á landinu. Það hlýnar lítillega og verður þá þurrt á norðausturlandi eins og sjáum á kortinu. En skúrir eða slittuélnum sunnan og vestanvert landi og vindur 4-5 vindstig að suðaustri. Á fimmtudaginn að þá má búast við að lægðin fari fyrir sunnanland og það verður austanátt og meðan hún
fer austurum og en síðan snýst hann smá saman í norðaustanátt og kólnar á föstudaginn. Þannig að við erum laus við MITS í þetta sinn en við fáum leifar af henni og gefur okkur vætu næstu daga en í mun minna mæli hefur verið sæl. Hér var ranghert áðan í fréttum göngumenn að Neistinn væri styrktarfélag heyrnarlausra barna. Hið rétta að það er styrktarfélag hjartveikra barna. Tæki þau sem notuð eru við útvarp og sjónvarp hafa mikið breyst frá því að Jónas Þorbergsson útvarpsstjóri talaði í fyrstu útsendingu útvarpsins í desember 1930. Útvarpsvirkjar minnast nú 70 ára afmælis starfsgreinarinnar og 60 ára afmælis félagsins með sýningu í útvarpsstöðin á Vatnsenda. Við ljúkum fréttatímanum í kvöld með þessum myndum þaðan. Veriði sæl.